Frumtölur. Náttúruleg tala sem hefur nákvæmlega 2 þætti kallast frumtala eða prímtala. Við erum að tala náttúrulega tölu sem eru tölur sem eru til í náttúrunni. Það þýðir að það er ekki mínustölur og það er ekki brotnar tölur. Það er bara heilar plús tölur. Og þær tölur sem myndaðar er eingöngu af 2 þáttum eru tölur eins og 17. 17 er myndið af 2 þáttum, þar að segja. Ef ég deili 17 með tölu þá get ég bara deilt með tölunni sjálfri og þá fæ ég 1. Eða ég get deilt tölunni með 1 og þá fæ ég 17. Þannig er 17 bara mynduð af 2 tölum, 1 og 17. Nú, hvað eru náttúrulega tölur? Náttúrulega tölur skiptast í 2. Annars vegar frumtölurnar og hins vegar í samsettar tölur. Frumtölurnar eru þessar hvítu tölur hér og þær eru reyndar fleiri, töluvert fleiri, eiginlega óendanlega margar. Þær eru eins og 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 og 19. En samsettar tölur eru eins og 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 og svo framvegis. Og þær náttúrulega eru endalausar líka. Þannig að náttúrulega tölur eru óendanlega margar, frumtölurnar eru óendanlega margar og samsettar tölurnar líka. Nú, skoðum dæmi samsetta tölu. Hér er með töluna 72. Og ég ætla að brjóta hana upp í frumtölur. Ég ætla að skipta henni niður í alla frumtölur sem mynda 72. Það eru til ýmsar leiðir til þess að finna út hvað frumtölur búa til töluna 72. En ein leiðin er kölluð fiskibeinið. Og hér séum við mynd sem virkar pínlítið eins og fiskibein og ég ætla að útskýra hvernig það virkar. Ég tek töluna 72 og ég deili með eins lágri frumtölu og hægt er. Og það er 2. Þannig að 72 deilt með 2 gefur mig útkomuna 36 og hún kemur hérna við hliðina. Þá endurtek ég leikinn, ég deili aftur með frumtölu eins lágri og hægt er og það vill þannig til að 2 gengur líka upp í 36 því 36 deilt með 2 gefur mig töluna hérna til hliðar eða 18. Nú 2 gengur líka upp í 18, þannig ég deili með 2 og fæ þó töluna 9. Nú er 2 orðin og lítil frumtala, þannig ég get ekki notað 2, þá pröfa ég bara næstu frumtölu fyrir ofan og það er talan 3. Og það vill þannig til að 3 gengur upp í 9, þannig að ef ég tek 9 og deili með 3 þá fæ ég 3. 3 er frumtala og eina tala sem gengur upp í 3 er talan sjálf eða 1 og ég deili það með tölunni sjálfri því fiskibeinið þarf að enda hérna á 1. Þá er ég komið með alla frumþættina sem búa til töluna 72, þessa samsettu tölu. Það er 2, sinnum 2, sinnum 2, sinnum 3, sinnum 3. Og ég get sýnt þetta á þennan hátt hér því sjáðu til hérna er 2 að koma fyrir 3 sinnum. Það er að segja 2 sinnum 2 sinnum 2 sem þýðir þá 2 í þriðaveldi. En hérna kemur þristurinn fyrir 2. Það er að segja 3 sinnum 3. Það þýðir að þristurinn er í þriðaveldi og það er margföldun hérna á milli. Nú ég get stundum verið beðin að finna alla þætti tölunar og hérna ætla ég að sýna hvernig ég finna alla þætti tölunar 72. Þá byrja ég náttúrulega á þeim frumtölunum sem mynda töluna 72. Það er talan tvistur og það er talan þristur. Þær 2 eru partur af tölunni 72. Nú, 2 sinnum 2 eru 4. 2 sinnum 3 eru 6. Þessar 2 tölur ganga upp í 72. Nú, 2 sinnum 2 sinnum 2 eru 8. 8 gengur upp í 72. 3 sinnum 3 eru 9. 9 gengur upp í 72. Nú, 2 sinnum 2 sinnum 3 eru 12. 12 gengur upp í 72.
3 sinnum 3 sinnum 2 eru 18. 18 gengur upp í 72. Nú 2 sinnum 2 sinnum 2 eru 8 og það sinnum 3 eru 24. 24 gengur upp í 72. Nú 3 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 2 eru 36. Það gengur upp í 72 og svo sjálfsögðu gengur 72 upp í 72. Þannig að hér sé ég alla þættina sem mynda töluna 72.